Ég heiti Styrmir og ég ætla að fjalla að sýna ykkur myndir úr Ásbyrgi. Hérna er ég og liðsystir minn saman við vatn í Ásbyrgi og ég hef reyndar enga hugmynd hver strákurinn í Stuxum er. Hérna er ég síðan aftur komið vatni líklegast nokkrum árum seinna á svipuðum stað ég og með systur minni. Hérna er ég og liðsystir minn aftur við lítið berg í Ásbyrgi. Hvernig myndaðist Ásbyrgi? Samkvæmt vísindamönnum varð Ásbyrgi til í gífurlegu jökulhlaup úr Vatnajökli, líklega frá Grímsvötnum fyrir 8 til 10.000 árum og svo aftur nokkrum þúsund árum síðar. Þegar vatnið flæddi niður jökulsá á fjöllum með gríðarlegum krafti skar það út hrossaskoðanlögun gljúfursins sem við sjáum í dag. Og núna hvað þjóðsagan segir, en þjóðsagan segir annað. Hún segir að Óðinn sjálfur hafi stigið niður á jörðina á hesti sínu Sleipni og þegar hann setti hófið niður myndaðist Ásbyrgi. Þess vegna er stundum sagt að gljúfur sé kallað höggið á hófi guðanna. Hérna er síðan vatnið við Ásbyrgi og það má sjá útsýnisstæðin þarna, þar sem að rauða örun hefur myndast. Hérna er síðan mynd af Ásbyrgi sem má sjá tjaldsvæðið, vatnið, þetta er upp í klettunum og það má sjá bara allt svæðið og þetta lítur út eins og hófur. Hérna má síðan sjá mynd af mér taka selfie. Greinilega það sést í allt Ásbyrgi. Hérna er síðan pabbi, mamma og ég að taka fjölskyldu selfie. Hérna er síðan amma Ella, ég, lillsystir mín og stórbróðir minn öll saman og á sama steini finnst mér líklegt að ég og systir mín séum í smá göngutúr. Vídeóið mitt Ásbyrgi er búið. Vonandi fannst þér þetta flott. Takk fyrir mig.